Já, við erum velkomin í Game TV. Það er Game TV spilar og að þessu sinni er það leikurinn Shadow of the Colossus sem var að koma í svona endurgerð. Þú ert náttúrulega þá ungur, þú manst ekki eftir þessu leik. Hann kom út 2005. Ég er mjög ungur. Hvað varstu gamall 2005? Það er 13 ára síðan. Ég var svo ungur sko. Já, það manst það ekki. Þú ert náttúrulega nývaknaður, ekki góður í að reikna. Já, ég var 18 samt. Já, ég var þarna að spila hann leik. Hann kom út á PlayStation 2. Þú varst hvað, 35, 40? Já, bara við það liti, eitthvað á því bili. En þetta er Shadow of the Colossus. Þetta er eiginlega framhaldið af leik sem heitir Ico eða Ico kom út á PlayStation fyrst og þetta er leikurinn sem kemur síðan undan hérna Last Guardian sem kom nú út bara fyrir stutt síðan. Þannig að þetta er svona eiginlega miðleikurinn í þessum þríleik og það er búið algjörlega endurgera leikinn. Það er búið að taka eitthvað fyrirtæki sem tók hann bara og gjörsamlega gerði hann bara frá grunni. Þannig að þetta er ekki bara svona HD remake eins og er oft, heldur er þetta alveg endurgerð. Nú hann er í rauninni þannig að maður er bara þessi drengur hér á hesti og sérðu kastalan sem er hérna á móti. Ég sé það. Já, að þar hann byrjar leikurinn á því að hann fer með unga stúlku þar inn. Og það er kærastan hans, hún er dáin, eða er allavega ekki hress. Og það sem er markmiðið, hann þarf að drepa 16 svona risa til að lífgana við. Já. Og hann er bara með hest og það er risa landslag í leiknum, það er hægt að þvælast hérna og þetta er rauninni bara gengur út að vera á hestinum og svo getur maður tekið sverðið á loft og þá sér maður í hvað átt maður á að fara. Þú ræðir í hvað röð þú tekur risan eða? Já, þannig að ég ætla að fara hérna og skilja bara hestina aðeins eftir. Og þetta er í rauninni þannig að sko, hvert borð í leiknum, þetta er eiginlega má segja, hver risi er bara eins og eitt borð í leiknum. Svona, þetta er bara boss fights í þessum leik. Já. Þannig að það er svolítið magnað. Það er cool. Og grafíkin er svona, þetta er svolítið svona grá og drungaleg grafík eins og er í Ico leikjunum og þeim leikjum hérna frá þessu fyrirtæki. En hann lítur samt vel út sko. Hann lítur mjög vel út og það er gaman að menn sé að gera svona, hvað maður segja, svona endurgerð, algjöra endurgerð. Ekki hátjúk og Já, þetta sé bara tekið alla leið. Nú þarf ég að koma mér einhvern veginn. Þú ert að stjórna, þannig að við verðum hér að hafa. Þetta er svo að horfa á málingu þarna þegar ég stjórna, en það er sjáðu, maður getur teygt sig í sko. Nú, og það er svolítið lykilatriði þegar maður er að berjast á skepnurum. Og hérna sérðu mælinn hérna í horninu, hann minnkar sko þegar maður er að hanga því að hann getur bara hangið viss lengi. Og það er svona hluti af taktíkinni þegar maður er að berjast hangir á skrimslunum í feldinu á jafnvel skrimslunum. En þau geta reynt að hrista mann af sér. Þannig að maður þarf að velja svona hvenær maður ætlar að gera hlutina sko. Þannig þetta er svona styrkurinn hans og hvað hann getur haldið sér lengi? Já. Þannig að þetta er svona styrkurinn. Þessi hringur væri alltaf tómur og þú verður það. Ég get náttúrulega ekki haldið mér neins staðar upp. Nei, ég veit það. Sjáðu, hann er flottur. Við vitum að bara R2 þá grípur hann í allt sem hann er léttur á fæti. Mjög léttur á fæti. Og þetta er fantaformist. Nú ert þú að reyna að finna fyrsta klassið. Já, finna fyrsta. Og hann er hérna rétt hjá þessum kastala sem við sáum áðan. Og hann er svona tiltölulega þægilegur svona þessi boss hérna á að vera það. Og í rauninni gengur þetta út á að príla bara þessa risa og finna svona weak spots á hverjum og einum. Og þeir getur verið nokkur á hverjum og svo þarftu að, þetta er svona eins og líka svona þrautaleikur, bara hver risi fyrir sig. Já. Það er bara svona þraut, þú ert að finna út hvernig þú ert að græja hlutina svona. Þarna kemur hann, sérðu, kemur fyrst í. Þú fær ekkert óalangi vísbendingum hvert þú ert að fara eins og þetta? Nei, þú notar bara sverðið í það. Og svo getur þú farið á svona checkpoint staðir á mappinu sem þú getur farið á. Þannig að þegar þú byrjar leiknum næst þá byrjar það. Þetta er fyrst risinn, þetta er sko... Þetta er alvöru? Já, og hann er samt bara lítill þessi sko. Og það er þetta að vera bæði með sko sverð og svo er þetta að vera með boga líka. Ertu að fara að skjóta þennan risa með boga? Já, sko, af því ég þarf að komast einhvern veginn upp á hann. Já. Hljóma vel, en hérna þá er ég að skjóta hann hérna. Sjáðu? Ok. Og fellur hann niður, sko, ég þarf að fara aðeins niður. Það er búin að stoppa fyrir því, þannig að... Já. Hann er ekki ánægðlega. Nei. Colossus Smash. Held ég að láta vaða mér í hann. Þú sérðu hvað hann stóð saman. Ertu ekki að fíla þetta? Þetta er mjög cool, sko. En ég... Já, þetta er sverðinu til að reflekta weak spots. Hættu hann upp bóða. Það er flottur. Þetta er mjög cool. Það er mjög svart, sko. Ertu einhverju nær um það hvað er weak spots? Já, ég veit alveg hvað ég er að gera, sko. Ég bara þarf að komast hérna aftan á honum. Enginn sem horfir á þetta hefur trúið þegar þú vitir hvað þú gera. Það er helvítir hann. Helvítir hann hafður. Þetta er þetta blátt. Hvað er það? Skjóttu, hérna, Ólafur. Þetta bláa. Nei, sjáðu.
Ég fer bara hérna. Ég fer bara með sverðið. Nú er hann að hrista mig af sjöðu. Þetta er stungið sverðið. Þannig að vel gert. Nú leggst það niður. Hringdu aftur. Þá get ég farið hérna upp. Hringdu hann. Ég er búinn mér upp á hann. Sjáðu guli búturinn hann í hóðinu. Þú ert að... Hann er að hverfa. Komið mér það. Þetta er upp. Þú ert svolítið af hverju? Það er erfitt að stýra hann þetta. Upp með þig. Og þá get ég sleppt aðeins. Já, það fara að anda. Ok, ég skil. Sjálf hvað þetta var tæft eða? Af hverju ert þú að stjórna? Því að það er alltaf, þú veist ekkert út hvers leikur gengur. Ertu ekki að fíla þetta hvað þetta er risa kvikindi? Þetta er mjög cool. Og þessi er samt bara lítill sko, þetta er bara fyrst, þetta er bara svona eitthvað byrjunarskipti. Sjáðu, nú fer hann að hrista þetta hérna. Lítur vel út með hérna. Hárin Hárin á honum og svona þetta. Sjáðu, þetta er víkspotti, aðal víkspotti sko. Hausinn? Já, nú þarf ég bara að hamast í hann. Þetta segir mjög mikið á raungum hlutum. Já, ég veit það. Sjáðu, nú er ég að sleppa aðeins. Þessa, ná orku. Ok. Nú fer ég hérna niður. Ok. Nú fer ég á. Ok, nei, hvað er þetta? Það reyna að hrista mig af sér. Það er ekki séns. Veistu hver ég er? Óli fucking Jól. Herru, wow. Nei, heyrðu. Heyrðu. Þú varst ekki búinn að sleppa orðinu. Hvað er að þessum gaur, mann? Sjáðu. Þarna er taktu þetta. Taktu þetta, skemmaði. Jú, það reyndi bara að hrista með þig. Já. Mikið á hann. Sérðu það að spýða hann svart blóð. Ógeðslega. Vel gert. Það kom einhver örn. Af hverju gerir hann? Af því að hann er bara með allt niður sig. Þú ert alveg að missa takið. Já, ég þarf bara að sleppa. Já, ok. Nú bara eitthvað. Jesus. Og taka síðast þetta. Og. Klára það. Lítið eftir núna sko. Já, alveg foss olíjar úr hann. Já, sérðu. Hann er farinn. Þetta er rosalegt. Þetta gastu. Sérðu. Hann er bara eins og gosbrunnur sko. Þetta er fyrsti væntanlega. Þetta er bara fyrsti, já, þetta er auðvitað. Svo er hérna... Það getur ekki verið að neitt sem að þú gerir sig svona auðvitað. Sérðu lóan á hann? Já, þetta er mjög flottur leikur. Þetta er mjög flottur leikur. Og núna í rauninni er fyrsti fallinn af 16. Já. Og þá er nú eitthvað að fara að hressast yfir gömlu sem er í kastalanum. Og þú ert að drepa á alla. Já, dömunni, til að fá dömun aftur. Svona gengur þetta út af þetta. Já, þú ert að bjarga henni. Já. Þetta er rómantískt. Já, þetta er mjög rómantískur leikur og hann í rauninni gengur út af þetta. Það verður bara flóknar risarnir, stundu ert að berja einhverja brynjur aðeins til að geta komist lengur upp. Og bara hangi í feldinum og þú getur bara gert það í ákveðinn langan tíma. Svo ertu með boga og sverð og svo ertu með hestinn og þvælist bara og reynir að finna alltaf næsta boss í rauninni. Þetta er bara boss fights þessi leikur. Þannig að þetta er Shadow of Colossus. Ég mæli sterklega með það. Þetta er einn af bestu PlayStation leikjunum að mínu viti. Og þarna sjáum við, þarna er gamla, hún liggur þarna og nú, sérðu. Já, hún er upp á. Já, hún er ekki að fara að gera neitt núna. Hún er náttúrulega helvíti slöpp. Hún er slöpp. Já, en og hann reyndar líka en hann jafnar sér nú. Og í rauninni gengur þetta bara út á. Þetta eru svona styttur af hverjum risa fyrir sig. Og nú mólnar einn. Það er búinn að taka hann niður. Þannig að þú getur fylgst með hvaða risa var búinn að taka. Þeir eru allir hana í styttumynd. En ég vil segja það, þetta er einn af mínum uppáhaldsleikjum bara allra tíma í PlayStation. Þetta er bara, hann getur verið mjög rólegur, yfir, flott landslag og bara svona rólegheit. En svo getur það líka bardagarnir á skepnunum eru svakalegir. Þeir eru svona risastóra, bara hrista mann af sér og maður þarf að... Þetta er bara eins og þraut, þú voru að finna bara út úr hverju skepnu. Það er mjög skemmtilegt að þetta sé bara boss fights. Ég er hrifinn af því, því koncepti sko. Hann er farinn. Þetta gæti. Þetta gastu. Jep. Og á eitthvað ótrúlegan hátt. Ja, þetta er rosalegt sko. En svona er þetta bara. Þannig að Shadow of Colossus ég allan að mæli með honum. Ertu spenntur svona eftir að hafa séð eitt risa fara niður? Ekki spurning sko. Er þetta eitthvað sem þú ætlar að fara að spila? Ég veit það gott. En þetta var Game 10 spilar, Shadow of Colossus sem var að koma í svona endurgerð á PlayStation 4. Og lítið vel út.